Þá skulum við segja aðeins frá því hvernig smíð á óendanlegri röð þarf að vera. Það er bara skilgreining. Og það búið til hlutsumur. Segir núna hvað það er. Samlagning er það sem kallað er tvístæða aðgerð til að geta lagt saman margar tölur. Það maður þó alltaf að leggja saman 2 og 2. Og við byrjum með runu almennt á tölum, svo ætlum að leggja saman. Og við segjum látum þá að vera gefna runu. Og við skulum bara byrja að telja í einum. Hugmyndin óendanlegar talnarunir er hins vegar ekkert nýja nálinni. Við segjum til dæmis við erum að telja 1, 2, 3 og svo framvegis. En það er ekki til neinn hæsta talning, því að ef við heldum kannski að þetta væri hæsta talningin, þá getum við bara bætt einum við. Og þannig er nú hugmyndin. Við byrjum með talnarunu og svo ætlum við að leggja saman tölurnar í talnaruninni og við leggjum saman 2 og 2. Og við byrjum þá að segja, við ætlum að búa til summu. Og fyrsti summuliðurinn er bara fyrsta stakið eða fyrsti liðurinn í rununni. Og við segjum S1 er þá A1 og svo höldum við áfram. Næsta summa er þá það sem komið er pluss næsta stak í rununni. Hérna erum við bara að leggja saman 2 tölur. Og þriðja hlutsumma er þá önnur hlutsumma pluss þriðja stakið í þessari runu. Fjórða hlutsumma eða þriðja hlutsumma pluss fjórða stakið í rununni og svo sjáum við hvernig þessu vindur fram. Og svo enda hlutsumman, þá gerum við ráð fyrir að við höfum fylgt þessari forskrift og myndað hlutsummuna sem mynda fór n-1 og svo leggjum við stak númer AN úrgefinu runu við. Alltaf leggjum við saman 2 tölur. Almennt er þetta þá þessi rakning. Hérna fáum við K, hleypum frá 1 upp í n-1, það er hlutsummanúmer n-1, AK, og svo erum við að leggja AN við. Og þetta tökum við síðan saman þegar búið er að taka saman summuna. K hleyp frá 1 upp í N, AK. Þetta er bara endanleg röð. Og síðan getum við myndað úr þessum summum, náttúrulega runu, sem við köllum þá SN. Nú kennum við hana við N. K hleypur alltaf frá 1 upp í eitthvað N. Og N, við getum síðan að athuga hvort það sé hægt að leggja saman út í óendanlega. Þess að S1, S2, S3 og svo framvegis. Og þetta kallast hlutsummu runa. Þetta er runa á tölum. Hlut, summu, runa. Og svona setja svona strik undir það. Og við getum sagt þetta er hlutsummu runa, rununa sem við byrjum með, rununar A. Stundum við sagt að þetta sé hlutsumur runu óendanlegu raðarinnar. En það er kannski ekki jafn eðlilegt. Við erum að reyna átt okkur hugtakinu samleitni. Stefnir enda hlutsumman, sem sagt endi liðurinn hér, á eitthvað, eftir því sem rununni vindur fram og við segjum svo bara þegar enn stefnir og óendanlegt. Er það hægt, hefur einhverja merkingu, stefnir það á eitthvað ákveðið. Og þetta er þá hugmyndum að mynda óendanlega röð. Og þetta hérna sem ég vil ná fram, nú hef ég myndað endu hlutsummuna og er eitthvað vit í þessu að láta síðan enn stefna á pluss óendanlegt. Og svo er þetta
skrifað svona. K hleypur upp í N og N-ið heldur áfram. AK. Það er kannski eðlilegt að prófa þetta með einhverjum einföldum tölum, einhverju runur sem þekkjum vel og skulum bara segja dæmi, átt okkur bara á hugmynd og skulum bara taka runur sem við þekkjum vel. Kannski er rununa 1, 2, 3, 4, 5. Kannski bara stoppa hér, skoða þetta bara fyrir endanlegu runu og þegar við búum til fyrstu hlutsumuna þá erum við bara að segja að það sé 1. Svo búið til hlutsumu nummer 2 þá það er 1 pluss A2 og fyrsta hlutsuman er 1 og annars stakið er 2. Þannig að við erum bara að leggja saman 2 tölur. Þriðja hlutsuman er hlutsuma nummer 2 pluss A3 og hlutsuma nummer 2 var 3 og A3 bara því hún er valin þannig er 3. Þannig við höfum 6. Hlutsuma nummer 4 eða 4 hlutsuma er þá S3 pluss A4. S3 var 6 og A4 var 4, veldum þetta svona þægilega. Og svo 5. S5, 5. hlutsuman er þá hlutsuma nummer 4 pluss 5. staki og runinni sem við ætlum að nota. Og við fáum þá 10 pluss 5 sem eru 15. En auðvitað er þessi 5. hlutsuma ekkert annað heldur en 1 pluss 2 pluss 3 pluss 4 pluss 5 og við eigum reynda formúlu fyrir það. Það er að segja deilt með 2 og 6 deilt með 2 er meðaltala fyrsta og síðasta lið. Og 5 × 6 er 30 og deilt með 2 er 15, þannig að þetta passa nú. Til lagi. Þá höfum við þetta og nú ætlum ég að setja fram fullyrðingu sem að verður að vera rétt og séum bara að regla. Gerum þetta þá aðeins öðruvísi í bókinni bara til þess að sjá aðra hugmynd. Að við vorum að segja hvað samlitni væri. Við sögðum sem sagt að runa og við sögum kannski óendanleg runa, svona AK. Þannig sögðu vera samleitin. Já, þá að þýða það ef hún stefnir á ég reyndar ekki að skrifa regluna, heldur ég að rifja bara upp hvað samleitni þýðir. Samleitin ef hún stefnir á einu og aðeins eina tölu. Og aðeins eina tölu, hún er talast í hell, þá erum við að meina þetta að ef við getum, ef einhvern skynsamlegan hátt, túlkað á vondarlega sömu, af einhverju liðum, og þá kom út L, þá segjum við þá runan hafi margildi L. Allt er lagt saman svona með hlutsumum. En þá ætla ég að setja fram regluna, þetta var nú kannski svona upprýðuna skilgreiningu og reglan er svona þá að ef svona runa K er frá einum í pluss óendanleg AK hefur ótvírætt margildi svona að þá eru liðir rununar förum bara hérna inn í AN-in, þá eru það að hverfa síðir. Sérstaklega þegar N stefnir óendanlegt. Það er ósköp eðlilegt
og verður að gilda því ef það bætist alltaf við eða sem sagt líðin ekki að hverfa þá getur þetta ekki að stefna á eitthvað alveg ákveði. Og þannig þetta svona grundvallar regla. Og svo kallað önnur regla, það hún sem miklu notatryggri og hún heitir fyrsta ósamlitni prófið. Svona að hún segir þess að rifja upp það sem við vorum búin að æfa okkur í, að þetta á forminu P, þar að leiðir Q, það sem að forsendan sú að óvandalega röð sé samleitin eða hafi markgildi og afleiðingin niðurstaðan þessi hér að leiðir rauninnar endiliðurinn stefnir að 0 þegar hann stefnir á óvandalega. Ef við setjum nú fram alveg jafngilda reglu sem að við köllum andumhverfu, þá var alveg jafngilt að setja þetta fram sem reglu að við höfum neitun Q verður neitun P. Þetta alveg jafngilt og við setjum þetta upp í sandtöflur til þess að sjá að við fengum satt og ósatt í sömum línum sandtafnanna. Þannig að fyrsta ósamleitni prófið verður þá að vera að ef sem sagt liðir raðarinnar er ekki að stefna 0, og skulum þá kannski setja þetta hérna fyrir gefna óvandarlega röð, svona, svo sjáum við liðina hér, þá erum við að neita þessari forsendu. Það verður þá afleiðing í andumhverfunni. Þá er röðin ekki samleitin, hún er ekki stefna eitt ell. Þá er röðin sem sagt, það sem sagt er ósamleitin. Við bara spyrjum, smíðum ykkur röð, slítur svona út og hérna skulum við setja eitthvað bara til að sjá þetta sem ekki er að stefna á 0, sem kannski bara hún lítið svona út, svo vandalegt. K og setna móti K, svo skoðum við aðeins liðina, þá fáum við 2, svo fáum við 3, aðrir, 4, 3, 5, 4, 6, 5. Þetta er nú reyndar að skrifa liði rauninnar, þannig ég ætla nú bara að breyta þessum hérna öllum í plúsmerki. Hérna. Og leggjum allt saman. Og þetta sjáum við að hver einasti liður er náttúrulega stærri en 1, svoleiðis að þetta lítur að stefna á óvandarlegt, en ef við ætlum að nota prófið og gefum röð þarna og við erum að segja allt í lagi, hvernig lítur endiliðurinn út. Hann lítur út svona, n plus 1 deilt með n. Lítur hann svo líka skrifa þetta svona, 1 plus 1 á móti n. Það sjáum að þetta hérna stefnir á 1 þegar n stefnir á plús óvandarlegt. Jú, þessi hérna hverfur, maður deila með óvandarlega stærri tölu, þá fáum við ekki neitt, en eftir stendur ásinn. Við ætlum að beita ósamleitni setningun, þá segjum við hreinlega, þar sem liðir aðeinar stefna ekki á 0, þegar n stefnir óvandarlegt, þá getur þessi röð, sem við erum að skoða, ekki verið samleitin. Því er þessi röð þarna, hlið frá 1 í plús óvandarlegt og gefum einhverju formúlu fyrir hvert lið. Hún er ósamleitin.
samkvæmt fyrstu ósamleitni setningunni. Svona. Í kennslubókinni þá höfum við sönnun á fyrsta ósamleitni prófinu. Nú skulum við kalla þetta bara eitthvað fallegt. Regla samleitnaraðir. Sönnum hana. Sönnum reglu samleitnaraðir. Setjum það bara hérna fyrir neðan. Sönnum reglu samleitnaraðir. Og þá forsendan sú að óendanleg röð, hún gefin, samleitin. Og séum við ef, og svo framvegis, stundum byrja maður þetta bara svona, gerum ráð fyrir að óendanleg röð K samleitin. Og það þýðir bara að til hún ótvíræð, það ekki 2 tölur sem stefnir á heldur nákvæmlega 1 ótvíræð tala L þannig að röðin tekur þessa summu, þetta útkoma. Og við þurfum þá að sanna eða færa rök fyrir að liðir á raðarinnar hljóta að vera að hverfa. Og nú vitum við, nú SN, eða nú sé SN enda hlutsumman. Svo að við höfum til að sérlagi að því en stefnir á plús óendanlegt af því þetta nákvæmlega röðin táknað með þessum hætti, þá það L. En auðvitað líka þó við hefðum byrjað á þessari L mínus 1 þá fáum við þetta líka L að hún samleitin. Skiptir ekki alveg máli hvar við veljum ennið okkar. Það bara við hliðina. En þar sem SN búið til svona úr með því að mynda summu tveggjatalna, hlutsummunar sem að koma undan SN pluss AN, þá þetta auðvitað jafngilt því að segja að munurinn á SN og SN mínus 1 þó bara liður raðarinnar. Og ef við sendum nú þessar hérna báðar út í óendanleikann, og þá markgildið þegar n stefnir á pluss óendanlegt af þessum mismun endu og n mínus fyrstu hlutsummu rununnar. Það getur ekki verið annað en 0. Það kannski að setja þá línuna undan, kannski það snittilega. Það að segja svona 0, það ekki hægt að rauð. 0 auðvitað L mínus L og L mínus L markgildi þegar n stefnir á plús óendanlegt fyrir endu hlutsummuna og líka þá sem á undan fór SN mínus 1 sem sagt þetta en SN mínus SN mínus 1 AN. Þannig við höfum límens þegar n stefnir á plús óendanlegt af AN. Hvað höfum við sýnt? Við höfum sýnt að þetta hér
en 0. Þar með er fyrsta ósamleitni setningin sönn því hann alveg jafn gild þessari sem settu fram. Í bókinni gerum við þetta á hinn veginn. Við förum bara örstutt yfir þetta og ætlum að sönna reglu ósamleitnar raðir. Og nei, samleitnar raðir. Þá forsenda svo. Ef óendanleg röð samleitin, þá til ótvírætt L þannig að það sé markgildi raðarinnar. Við þessum skilningi óendanleikans að summan sé L. Og við smíðum hlutsumur alltaf með að bæta liðurröðinni við hlutsumurinn sem undan fór. Og þá höfðu kannski líka geta byrjað bara svona. Skrifa þetta fyrst og reikna þess átt. Þá náttúrulega markgildi AN. Svo setjum við hér inn bara hvað AN þetta AN. Og svo liðum við markgildið og markgildisreglum. En þetta hér og þetta hér er ein og sama talan. L mínus L. Og þannig það mátti svo smálega skrifa jafnaðarmerkin í þessa átt. En þetta náttúrulega jöfnuður hér allstaðar þannig að við getum að lesa þetta hvernig svo sem við viljum. Svona sýnið að þessi röð hérna, óendanlega röðin sem hefur almenna liðin -1 í káta og skrifa nokkra lið út. Ef k-ið er 1 þá fáum við -1, ef k-ið er 2 þá fáum við 1, k-ið er 3 þá fáum við -1 og almennt fáum við plús á mínus að þetta skiptis. Svona. Á hvað stefnir þessi? Hún alltaf greinilega ekki að stefna á eitthvað óendanlegt. Þannig hún ekki að vaksa upp öllu valdi. En við höfum samt að sjá að þessi röð er ósamleitin. Sem sagt hún stefnir ekki á eina ótvíræðu tölu. Ef við stoppum einhvers staðar upp í röðinni, tökum endanlega sumu og við tökum 8 tölufjöldaliða, þá fáum við -1. Ef við tökum slétt tölufjöldaliða, þá fáum við 0. Það því við byrjum hérna í einum núna. En þá séum við, til að segja bara lausn. Hér höfum við að AN er -1 í veldinu N. Þetta er þá sko endi. Liður raðarinnar. Nú erum við að nota forsenduna. Nú þar sem AN stefnir ekki á 0 af því að N-ið er liðvísir og því heiltala og N er heiltala og kemur bara annarkvort út -1 eða 1. Sérlega stefnir þá N-ið er ekki á 0. Þá er samkvæmt ósamleitni setningunni eða fyrsta ósamleitni prófinu þá er röðin ósamleitin. Þetta er ekki erfitt. Samkvæmt fyrsta ósamleitni prófinu. Svona.